hérna Laufey og Maríu og Laufey, ég langar að spyrja þig, hvernig finnst þér dæmigerð dönsk rómantísk gamanmynd? Mjög dönsk. Mjög dönsk. Mjög dönsk. Og hvort finnst þið spila meira inn í rómantíkin eða húmorinn? Mér finnst húmorinn svona rómantíkin er svona það blir amatúr. Svona Danmörk, bara yfir heildina það. Sko, ég vil ekki einhæfa, en þú veist svona þessi Bandaríkmenn, Bretar, halló, það er rómantík. Ég skil. Þakka þér kærlega fyrir þetta, Laufey. Sæll. Hvernig finnst þér dönsk dæmigerð gamanmynd? Dönsk rómantísk dæmigerð gamanmynd? Í alveg. Það er góð spurning. Mjög. Það er einhvern veginn að blanda af klám og hvað ég myndi hana himmel eða eitthvað. Það ekki? Jú. Ábyggilega. Já, ábyggilega. Takk, mjög gott svar. Já. Ég er hér með Hrafnhildi. Mér langar að spyrja þig, hvernig finnst þér dæmigerð frönsk rómantísk gamanmynd? Ég har dæmi með Artist. Eina sem ég þetta í hug. Hvað fannst þér einkenna hana? Svona frá öðrum rómantískum gamanmyndum? Það var ekki talað í henni. Það var ekkert talað í henni. Ég held að þetta sé bara komið gott. Takk kærlega fyrir, Hrafnhildur. Komdu sælir. Geturðu sagt mér hvað þér finnst vera dæmigerð dönsk rómantísk gamanmynd? Nei. En er eitthvað sérstakt sem að einkennir þær? Ábyggilega bara sama amerískar. Sama og amerískar. Takk. Ég vil að spyrja þig, hvernig finnst þér dæmigerð dönsk rómantísk gamanmynd? Full af húmor. Full af húmor? Er eitthvað sem þér finnst einkenna danska rómantíska gamanmynd? Nei, ég hef nú ekkert séð það margar, en það er ekki alveg. Já, það er ágætt. Takk fyrir. Haukur, mér langar að spyrja þig, hvernig finnst þér dæmigerð frönsk rómantísk gamanmynd? Sko, karlmaðurinn í franskri rómantískri gamanmynd, hann er voðalega svona tilfinninganefnd, til töffari, svona að sjá, en ægilega svona mjúkur í mig. Og þetta er ægilegt drama með svona tárum út allt og alls konar. En yfirleitt eitthvað finnst þér. Ok, finnst þér rómantíkin spila meira inn í heldur en húmorinn? Svona í frönsku myndunum? Nei, en rómantíkin er alltaf öðruvísi en kannski til þess að þetta er mikið af amerískum. Hún er svona einhvern veginn miklu dýbra og menn er svona, þú takir þetta miklu meiri svona tilfinningarsveit. Þakka kærlega fyrir þetta. Það er ekki. Sæll að það. Hvað finnst þér einkenna franskar rómantískar gamanmyndir? Það eru kossarnir. 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 Já, er eitthvað frönsk rómantísk gamanmynd sem að stendur upp úr í minnið þínu? Franskur koss. Franskur koss. Takk fyrir, Adam. Takk. Mér langar að spyrja þig, Guðrún, hvernig finnst þér dæmigerð frönsk rómantísk gamanmynd? Mér finnst það svona svolítið sérstakar og maður veit alltaf að þetta er dönsk kvikmynd ef maður sér svona miðaldra herramann sem er ástfanginn af mun yngri stúlku og síðan verða ótrúlega ástfanginn og þetta er svo fallegt og það er græn tré og skógar allsstaðar í kring og vötn og ekkert ema rómantíkin og þessi sjúklega ástfangi eldri maður þarna. Okay. En hvað svona er samanburður við franskar rómantískar gamanmyndir? Mér finnst dönsku, sko, ég þekki dönsku betur heldur en fransku og franska hugmyndin mín er alveg sko fáránleg og alls ekki sönn en ég held að svona dönsku séu kannski eitthvað aðeins líkari
þeim hugmyndum sem við höfum hérna á Íslandi. Og í dönsku finnst manni alltaf vera að svona húmor með. Svona, já. Finnst þú þá húmorinn spila meira inn í þar heldur en í dönsku? Já, eins og ég svona í mínum huga. En þetta ég þekki frönsku ekki nógu vel og þess vegna örugglega frönskukennarinn fengið látuskast þegar myndi heyra þetta. Held ég. Já, en það ekki kærlega fyrir. Okay. Þá þættinum hjá okkur að ljúka í þetta síðustin. Til að draga þetta saman Sindri, hvernig komu dönsku rómantísku gamanmyndirnar út? Ég held að húmorinn sé einkennandi þar, það séu mjög fyndnar og skemmtilegar. Já. Frönsku? Hvað áttaði það að því? Hvað finnst þér frönsku? Já, það var mikið tilfinningar. Kannski meðalvara karlmenn, ungar stúlkur og miklar tilfinningar, svona machomenn með miklar tilfinningar. Og franskir kossar. Franskir kossar, alveg rétt. Takk fyrir okkur. Gott skuð.